Við ætlum að tala aðeins stóra skandal vikunnar. Það og kannski bara þessa árs, það þessi affæra með Facebook og Cambridge Analytica, og kannski það að menn að vakna til vitundar hvað við erum að afhenda mikið af upplýsingum til þessara stóru netfyrirtækja, big data eins og það kallað á ensku, og svo hvað hægt að gera með allar þessar upplýsingar. Margrét, þú ert hérna Gústafsdóttir og ert blaðamaður og hefur svona skoðað þetta gegnum tíðina. Hangið svolítið á netinu. Hangið svolítið á netinu, já. Já, sko, kannski bara í mjög stuttu máli, öll þessi persónuleikapróf sem að fólk hefur verið að taka til dæmis bara á Facebook, hvaða Harry Potter karakter ertu? Eða, þú veist, ef þú væri pizza, hvernig pizza værirðu? Allt þetta. Þetta með þessu safnað saman náttúrulega fullt af gögnum sem eru síðan greind og niðurstaðan þú veist, hvernig karakter þú ert. Þetta í rauninu bara svona flokkunaraðferð. Þetta heitir psychometrics eða psychographics þetta kallað. Og kemur, einn stærsta stofnunin sem hefur, svolítið erfitt að byrja á að ég segi þetta, sem hefur stúderað þetta og náð hvað lengst með þetta Cambridge. Já. Bara sálfræðideildin í Cambridge. Og árið 2008 þá byrjaði þar strákur sem heitir Michael Kosinski, pólskur strákur, sem fór út í þetta að safna gögnum af Facebook. Já. Og greina fólk niður í 5 manngerðir. Það sem við kallað Ocean módelið eða Big Five. Já. Og þetta er kallað Ocean vegna þess að þetta reikna út frá openness, contention, svona metnaðargirni eða svolítið, conscientiousness, svo þetta extroversion, agreeableness og það verið neurotic. Ég sést ekki stafið þetta rétt. Og þannig að sko á Facebook þar eru svona bara sálfræðilegi prófælar af okkur sem erum að nota Facebook. Og sá sem að horfa núna getur farið inn og lénið Apply Magic Sauce, til dæmis, logga sig inn með Facebook og opbúslega bara stuttum tíma með því að taka saman það sem viðkomandi búin að læka á netinu. Þú veist, því lengur sem þú búin að vera á Facebook og því meira akkurat sem þetta því sko, þú veist, því meira sem þú búin að vera að læka akkurat það sem þið finnst skemmtilegt, að því betri verður greiningin. Og þeir þurfi ekki nema bara, hvort það bara 80 Facebook síður sem þú ert búin að læka til að finna út, til dæmis hvort þú ert hvítur karlmaður eða ekki, hvort þú ert samkynhneigður eða ekki. Ef þú ert búin að læka Mac snirtuverið síðan, þá líklegt á sitt samkynhneigður. Ef þú ert búin að læka Bach, þá líklegt á sitt gáfaðri en aðrir. Og ef þú ert með áhuga á heimspeki, þá líklega að þú sért introvert en ekki extrovert. Þannig að svona bara búið að mappa niður, sko, fullt af fólki. Það er núna verið að tala 50 milljónir notenda í Bandaríkjunum. Þegar ég skrifaði þetta einhvern tíma fyrir rúmlega ári, þá voru þetta 230 milljónir sem að Cambridge Analytica eða þessi Alexander Nix var að monta sig af að hafa prófílana. Hafa prófílana, Taktu svo þetta og keyrðu þetta saman við önnur gögn, af því í Bandaríkjunum er þetta að kaupa alls konar gögn hvar fólk býr, þú veist, hvar það hallar í pólitík og svo framvegis. Og þá getur þú til dæmis búið til kosningarherferð þar sem þú bankar upp á hjá fólki og veist hvernig þú átt að tala um manneskjuna því þú veist að hún er gáfuð, feimin, þú veist, með áhuga á klassískri tónlist eða whatever, að þú getur nálgast hana bara nákvæmlega þannig. Þetta er bara svona, þetta er svo við vorum að tala um áðan í það veikur, þetta er svo nákvæm miðun að það hálfa færi nóg. En sko, það var talað um að vopnavæða Facebook, við notum alltaf enskum hugtökum, við weaponize Facebook, en Facebook og náttúrulega þessi stóru upplýsingafyrirtæki, tölvufyrirtæki, þau eru náttúrulega vandamálið. Cambridge Analytica er bara að vinna með það sem að þau er að ná saman af upplýsingum, Haukur. Já, það er í rauninni hægt að skipta þessi tvend. Það er annars vegar greiningin, sem eins og Ólafur Þ. Harðarson sagði hér í sjónvarpi, kannski ekkert mikið öðruvísi en alltaf hefur verið, nema bara hún er mikið nákvæmari. Og hins vegar er hagnýtingin. Svo greining sem þú gerir í dag á gögnum frá Facebook, hana þarf ekki fyrir blöð og sjónvarp. Þú getur ekki nýtt hana. Þú þarft að hafa verkfæri til að nýta þessa greiningu. Og verkfæri færðu með sérstaklega Facebook en líka með öðrum miðlum.
Nú það sem ég vildi kannski sérstaklega segja er að sko fyrir 10 árum var farið að benda á þessar hættur netsins sem var að það væri bergmannsherbergi að menn hlustuðu bara á það sem vildu heyra. Já. Nú er þetta ekki einu sinni þannig að menn hlustuðu það sem menn vilja heyra, heldur er haldið að þeim. Já. Það sem menn lesa. Já. Þeir velja það ekki lengur sjálfur. Og hugtaki sem er notaðu þetta er hérna upplýsingapúpur. Já. Þú ert með einhvers konar upplýsingapúpu. Og við getum tekið sem dæmi að Cambridge Analytica notaði 10.000 auglýsingar eða 10.000 innlegg í samfélagsmiðla sem var þá svo upplýsingapúpa sem þar var notuð í Trump-kosningunum og beitti því fyrst og fremst á sko óákveðna. Já. Málið er að ná í óákveðna. Og það sem að þýðir þegar þú ert komin með svona umhverfi og svona púpur, þá ertu búin að gera tjáningafrelsi sjálft mjög merkingalítið. Þetta vegur að grundvelli lýðræðisins. Þú ert líka búin að gera annað merkingalítið sem er dómgreind almennings. Á amerísku kölluðu common sense. Sko, stjórnmálafræði er uppi svo kenning að og í grundvöllur okkar lýðræðiskerfis að sömu leyti að almenn dómgreind, hún sé betri til þess að taka ákvarðanir en jafnvel sérfræðiþekking. Já. Þess vegna höfum við almenna þekkingu í þinginu og annars staðar. Og við getum sagt, bara almenn dómgreind sem kemur að málinu, hún vegur og metur málefni með og móti. Ef að við höfum ekki lengur þekkingu með og móti málum, heldur, erum bara með lítið brot af sannleikanum sem er haldið að okkur, erum með svona púpu, þá erum við í rauninni búin að missa upplýstan skilning líka. Þannig er ekki bara tjáningafrelsi sem verður merkingulaust, þeir eru líka búin að missa upplýstan skilning. Og þá erum við farin að vega alveg að getu almennings og jafnvel stjórnmálamanna til þess að taka upplýstar ákvarðanir. Þú tókst dæmi, sá ég, eitthvað nettir það til dæmis fyrir næstu borgarstjórnarkosningar ef að það væri tiltengi kjósandi og hann fengi standlaust mynd af einhverju holu í vegi, til dæmis. Já, það er náttúrulega að þú getur, myndir, netið er þannig uppbyggt að þú getur sýnt mjög lítið á hverju síðu og það getur haft mjög mikla merkingu að sýna mynd. Textin getur ekki verið meira en ein síða eða tvær málsgreinar og þegar að netið brýtur þetta allt upp og gefur ekki heildarmyndir eins og ritstjórar í sjónvarpi og blöðum gerðu. Netið gefur ekki samhengi sko. Þannig að þegar þú ferð á síðu sem er svona lítil, síðan erum kannski með 7 tengla og ef þú gerir klikk á síður með 7 tengla, 5 klikk, þá hefur þú 16.500 síður sem þú getur dottið inn á. Hluti af þeim sýna kannski neikvæða mynd af einhverju pólitískum veruleika og hluti af þeim sýna jákvæða mynd. Og þú getur tekið eitthvað lítið brot og sett það inn í þessa púpu þína og sagt, já, þetta er það sem ég ætla að leggja áherslu á. Og þetta er það sem ég sýni. En eru stjórnmálafræðingarnir sem hafa tjáð sig þetta hérna í síðustu viku, voru þeir að gera úr lítið úr þessu, fannst þér það? Já, það er spurning, þeir sögðu í rauninni að það hefur ekkert nýtt gerst og í sjálfu sér hefur ekkert nýtt gerst í greiningunum. Þær hafa alltaf verið svona, en þær eru bara miklu nákvæmari. En þú hefur allt annað verkfæri til þess að vinna úr því og það er spurning hvernig þessi magnbreyting á upplýsingum og á fjölmiðlum verður til þess að verður eðlisbreyting og þú getur raunverulega sagt já, tjáningafrelsið og sjálfstæð upplýsingataka er bara hreinlega hættu. Af hverju erum við átt okkur á þessu svona seint? Af því að við erum bara búin að vera tilraunadýr. Á sama tíma og hrunið varð, 2008, þá, það svipað leyti, þá fáum við fyrsta snjallsímann, sem sagt bara, 2007, þú veist, svo verður hrunið og við erum náttúrulega öll að hugsa það. Þú veist, á sama tíma, bara nokkrum mánuðum eftir hrunið þá býr Facebook til þennan fítus like-takkan og það að það sé hægt að kommenta og fréttir. Og svo gerist þetta bara, þið vitið. Og við förum út í einhverjar umræður eða, þú veist, sem ég vil helst ekki kalla umræður, af því þetta eru bara svona skeytasendingar, persónuleg, eða þið vitið, það er allt öðru sem sitja fyrir framan aðra mannesku og tala við hana
og skynja tónin og látbragðið og allt það en að vera dritandi út einhverjum skilabóðum á netinu. Og einmitt á netinu þá eru hluti svo oft teknir úr samhengi. Það er einhver texti skrifar, það er ein setning tekin úr textanum og allt í einu fer alltaf snúast hana. Það er svo auðvelt að láta hlutina spinnast yfir í eitthvað allt annað og útúrsnúninga og vitleysu. Og þegar stórar pólitískar ákvarðanir eru teknar út frá svona samtölum sem eru svo opbúslega tvívíð og grunn, þá er bara svolítið hætt við að þú veist, við tökum rangar ákvarðanir. Eigum að hætta á Facebook? Ekkert endilega, mér finnst við þurfum að hittast miklu meira. Við þurfum að vera með svona panela til þessi sjónvarpið það sem eru bæði, þú veist, leikmenn og hérna, þú veist, fólk úr akademíunni, nemar, alls konar fólk, það sem við horfum á hvort annað og tölum saman. Af því þið vitið að, sko, fólk lætur hluti flakka á netinu sem þið aldrei segja. Aldrei? Í opið geða á annar mannskju. Þú veist, eins og þetta sem við vorum að tala hann har aldrei sagt við Pála að hann væri barnan í ykkur. Örugglega ekki, sko. Og í fjölskyldubóðum, það líka annað, í fjölskyldubóðum til mig, þar sita bara gömlu kallarnir oft saman og þú veist, tala hérna fellihísinn sín eða eitthvað og konurnar hópa sér saman og 20 krakkarnir fara saman inn í herbergi og krakkarnir fara saman. Að það eru við svolítið svona einhvern veginn strúktúreruð í þessum samtölum okkar, sko, og þetta gerist bara sjálfu sér. Á meðan á netinu þá geta allir tekið blanda sér inn í einhver samtöl. Og tröllin náttúrulega gera það bara til að rugla, sko. Sko er ekki bara tröllin sem gera til að rugla, heldur erum við líka með beinlega samsæri að rugla. Cambridge Analytics er náttúrulega samsæri að rugla og það sem að til dæmis Rússar að gera eru með fölskar fréttir, eru náttúrulega bara samsæri að rugla umræðinu og stundum ekki bara í einhverjum mjög óljósum tilfæki, ekki bara til að búa til ringulri. Sko, eins og til dæmis með þess að óákveðnu notendur. Þegar einhver óákveðin notandi sló inn í Google, og þetta er kallað bara svona old school, auglýsingaðferð, slær inn í Google eitthvað Hillary Clinton, Írak, að þá er sponsuð fyrsta frétt og borga fyrir það að fyrsti linkurinn sem kemur upp, það eru neikvæða fréttir af henni. Þannig að það borga kannski fyrir að næstu 3 fréttir fyrir neðan séu líka neikvæðar. Þannig er þetta svona að hafa áhrif á hugmyndir manneskjunnar Hillary, skiljiði, sem er ekki búin að ákveða sig. Og svo er þetta líka gert eins og í þessum auglýsingum á Facebook, að ef að manneskjan er neurotic, greind, samkvæmt þessari ósjóngreiningu, taugaveikluð, bara, svo veist, kannski hrætt við innflytjendur og eitthvað svoleiðis, að þá eru hent út, þetta er kallað memes, sem er náttúrulega svona myndir með 1 eða 2 setningum, að þá er kannski verið að dæla út einhverju svona innbrota, þú veist, faraldur í hverfinu, sko, og sama tíma geta þær dælt inn á newsfeedið líka einhverjum svona jákvæðum fréttum vopnalöggjöfina. Sko, Björn, þetta snertir svolítið Pírata vegna Píratar verða eiginlega til upp úr netinu og eru að boða þetta netlýðræði þessum ákvarðanir eru teknar í gegnum netu og svo, en svo erum við að horfa upp á þetta tæki einhvern veginn fara út í að vissu liti kannski það bara sem við erum að kalla dystopíu og það er sko, dystopían er svo ekki bara þetta er pólitík heldur annað sem við erum að tala ekkert hérna því við erum kannski eftir þessi áhrifavaldar þar sem fólk út í bæ er orðið í rauninni bara gangandi auglýsingar eða standandi auglýsingar og við vitum ekki það er að deila kannski einhverjum vörur eða veitingahús eða fleiri eða ferðalög og svo er svo leiklega að fá borga fyrir þannig að við vitum af því. Já. Það eru mörg merkileg dæmi það hvernig veitingastaður varð hæst metnastir veitingastaður í Bretlandi á þess að væra veitingastaður til dæmis. Það var mjög áhugavert. Já, en þetta kemur okkur ekkert rosalega óvart við sem erum búin að vera að standa í netumræðu síðan síðasta áratug, síðustu aldar. Það var svona ákveðin svona öfugt menningar áfall þegar ég kom inn á Alþingi og átta mig á það að ræðustóll Alþingis er líka netumræðan. Hún er alveg nákvæmlega eins. Já. Þannig að ég áttaði mig alltaf inn á það ég er búin að gera þetta í 20 ár. Ég er með okkur þessi reynslu. Já, men saman, það eru menn sem eru já. Og þannig að við áttuðum okkur alveg, það er þaðan sem við komum að við erum búin að átta okkur á því hvernig netumræðan getur einmitt verið í algjöru rugli. Og ég myndi segja að þetta sé rauninni rétt að byrja og það er ekki sem á svona hræðsluáróður því að það er líka tækifæri í því
Það hefur verið dreift hérna þessum myndböndum af þarna Obama að tala sem einhver orð sem hann er raun ekki að segja. Munnurinn hreyfist og segja Ég þarf að búa til myndbanda mér þar sem ég segi ég er eitthvað hræðilegt, sko. Já, en það er ekkert sem við getum gert til að koma í veg fyrir þetta nema að læra á hvernig á að nota þetta og þar koma til dæmis rafrænar undirskriftir og svoleiðis og auðkenning á því að þetta sé í raun og veru að koma frá trúverðulegum aðila og því sem að við þurfum bara að læra að nota á og Já, en það er kannski annað meira en að læra að nota það því að fólk er svo varnarlaust gagnvart þessu, Haukur. Hvað getum við gert til að bregðast við þessu? Ég meina, það virðist verið þess að stóru fyrirtækin eins og Facebook eru algjörlega óviljug að taka nokkra ábyrgð. Þau vita af þessu fyrir löngu. Og það eru bara hlutafélög sem ætla að græða peninga og Facebook, tilgangur Facebook er náttúrulega aðalega að selja auglýsingar. Já, stóru amerísku félögin á netinu, þau náttúrulega njóta þess að vera í svona lagalegu tómarúmi og þau eru ekkert fús til þess að mæta lögum. Við getum séð að nýju persónuverndarlögin í Evrópu, það var næstuð í viðskiptastríði Bandaríkjun út af þeim. Og en þau bregðast við þegar að þeim er hart gengi, til dæmis var Zuckerberg fyrir 2 dögum að segja að gögnum vini sem geta sótt á Facebook að það verið takmarkað og það verið líka að gögnum sjálfa þig ef þú ferðir á app, það verið takmarkað í 3 mánuði sem appi getur hlerað þig. Þannig að þetta er lítill sigur en í áttina, en ég vil samt nefna að því að það er ekkert mikið í umræðunni að við höfum nýju persónuverndarlögin í Evrópu. Þau eru alveg einstök í sögunni og til dæmis Bandaríkjun og Kína, svo við tökum þessi 3 stórveldi, þá er Evrópusambandið að verja okkur og það virðist ætla að komast upp með það gagnvart bandarísku risonum. Og til dæmis, það eru ýmis prinsip í löggjöfinni, það er eins og til dæmis að gögn séu ekki notuð í öðrum tilgangi en þegar maður safnað. Og þá ertu komin að því að app sem safnar þeim tilgangi að kynna sér hvort þú hefur áhuga á furlatöskum eða ekki. Það má ekki nota gögnin í annað sambandi og í öðru samhengi og þá allt í einu dettur botnin úr allir þessari sölu á big data sem gengur út á það að þú getur nota gögnin í hvaða samhengi sem er. Þannig að ég vil nú segja sem svo að það er eitthvað jákvætt að gerast í þessu og það er í Evrópu. Og það er til dæmis þessi regla og ég ætla nú ekki að fara nánar út í þetta regluverk en það er samt óhjákvæmilegt að nefna að við erum að fá mannréttindi og varnir frá Evrópusambandi í stóru stíl og maður sem er staddur, Íslendingur sem er staddur á götu Kaupmannahöfn, hann er verið allt aðra stöðu gagnvart yfirvöldum en Íslendingur sem er staddur í Reykjavík vegna þess að það er regluveldi. Þetta er einstakt í sögu mannkynsins að búa til svona regluveldi eins og Evrópusambandið er. Þetta segir náttúrulega stjórnsýslufræðingur af því að Evrópusambandið er draumaríki stjórnsýslufræðinga. En Evrópusambandið er sem þetta að þeir eru að sporna við þessu. Já. Margrét, eins og ég segi, við erum á Facebook og við vitum í raun og veru að þetta er risastjórn njósnatæki. Algjörlega og einhvern veginn er maður svo innviklaður í þetta. Ég er til dæmis að vinna mjög stóru verkefni núna þar sem að koma að 2 ríkisstofnanir og nokkrar stofnanir sveitarfélaga og við erum að vinna þetta allt á Facebook. Við erum bara með grúppu þar, opinberir aðilar og félagasamtök bland og erum að setja, þetta er ekki leyndamál engin leynd gögn eða neitt viðkvæmt, en þetta er okkar vinnusvæði og ég er í endalausum svona vinnuhópum og í samstarfi sem fer mjög mikið í gegnum Facebook og þetta fyrirtæki sem að eiginlega borgar ekki eins og skatta og er með heimilisfesti bara í Írlandi af því að það eru skattarnir minnstir og er svo að gera öðrum það kleift að selja upplýsingar okkur af því að mann langar að vita hvernig maður lítur út þegar maður er gamall eða maður er kall eða eitthvað, grænt hárið eða eitthvað. En þetta er náttúrulega, þú veist, já, við verðum bara eiginlega að hengja allar okkur vonir á Evrópusambandið í þessu. Svo nefndi ég þessa áhrifavalda, þetta er náttúrulega dálítið merkilegt. Það er líka verið að setja upp lög, það er í Bretlandi og held ég í Evrópu, erum menn að setja lög áhrifavalda.
það hvernig þessi auglýsingastarfsemi fer á netinu. Ég sko, Neytendastofa, svolítið langt síðan að Neytendastofa sendi bréf til flestra svona bloggara hérna á Íslandi, þess að það þurfti að taka fram, þetta er kynning, ég fékk það gefins, sko. Já. En í sjálfu sér þá funksjónin í þessari markaðsendingu svolítið svona Herbalife. Þú veist, og Facebook í rauninni þannig funksjón líka, það að vinur mælir með, vinur segir að þetta er gott. Og neti snýst allt persónleika, það eru krakkar á YouTube, einhverju bara svona millistéttarúlingar í Bandaríkjunum sem orðnir sko, með milljónir fylgjenda. Þau sita bara í herbergjunum sínum og eru hress og sæt og skemmtileg sko. Og svo fara þau að selja einhverja vöru. Svo geta þau fengið eitthvað dót, og selt það og mælt með því og eitthvað svolítið. Og sumir græða ógeðslega mikið og aðrir þurfa að vera samt að vinna, þú veist, með þessu sko. Fæstir græða mjög mikið á þessu. En þetta er kjarni málsins, það þú hrífst af persónu og þú treystir í það sem hún segir, sé ok, alveg svo Herbalife vinnuðinn sko, og þannig er þetta selt. Og þetta er náttúrulega, það verið að halda sko, fundi þetta til dæmis bara í Hörpu sko, sem verið nánast í svona vakningarsamkomur, mann minnir svona trúboðasamkomur sko, hvað þetta sé stórkostlega. Hvað þetta sé frábært? Já. Já, þetta er mjög undarlegt. Það má ekki gleyma því að Sameinuðu þjóðirnar hafa líka verið að vinna alltaf í þessu. Þær gerðu, sem sagt, ítrekuðu það að friðhelgi einkalífsins á líka við í stafræna heiminum hérna fyrir nokkrum árum síðan. Við verðum líka að halda því til haga að þetta er að sumu leyti frábært. Sko, World Economic Forum hélt ráðstefnu og gerði kynningarefni á Big Data fyrir 10 árum og Big Data eða sala á gögnum í góðum tilgangi eins og að koma í veg fyrir slys, í að greina slys og hættur og sko sala á gögnum er orðið stórkostlegur iðnaður sem er í mörguleyti jákvæður en við viljum kannski ekki fá inn í stjórnmál. Stærsta auðlind nútímas eru upplýsingar núna, eins og olía var áður. Bara örstutt, Haukur, við náum ekki að tala um aldraða fólki og lífeyrissjóðinn, ég verið bara að bjóða þér aftur í það til að gera það því að það er mjög merkilegt. Þú segir að það sé hagkvæmt að hætta með skerðingarnar í lífeyriskerfinu, bara þjóðhagslega hagkvæmt sem er mjög merkileg niðurstaða. Hafði þetta þau áhrif á, skipti þetta sköpum í varðandi kosningu Trumps heldur og hugsanlega Brexit líka? Þetta er nú ansið stór spurning. Já, það verður að Ég get ekki svarað því en þetta er allavega aðferð sem ekki verið hægt að reyna nokkru sinni áður og þetta er aðferð sem gengur út á svo allt annað en pólitískt sjónarmið. Þetta gengur út á það að fá menn til að samsama sig við einhvern eitthvað. Þetta gengur út á að höfða til tilfinninga, til að höfða til tísku, til að höfða til alls annars en pólitískra sjónarmið. Þannig við erum ekki bara farin að tala um púpu og sjónarmið sem eru einsleit í stjórnmál, við erum líka farin að tala um að það eru höfða til allt annar en dómgreindar í stjórnmálabaráttu. Já, takk fyrir að vera hérna. Nú er ég fann að synga upp á tíman, það er ljótt af mér. Takk fyrir að horfa, við erum hérna síðan eftir páska, ekki þáttur á páskadag, við ætlum að verða helgi hans.